Jóhann Friðrik Friðriksson tók nýverið við stöðu framkvæmdastjóra hjá Keili, miðstöð vísinda, fræða og atvinnulífs á Ásbrú í Reykjanesbæ. Keilir hefur stækkað ört á þeim áratug sem skólinn hefur starfað. Nýjasta afkvæmið menntaskólinn á Ásbrú sem menntamálaráðherra opnaði formlega í síðustu viku. Við ræddum við Jóhann á þeim tímamótum. Jóhann, nýr framkvæmdastjóri hjá Keili á Ásbrú. Út að segja að þetta sé skemmtileg byrjun, svona getur við sagt hjá þér að það er verið að hefja nám í tölvuleikjagerð í annars svona fjölbreyttu námsframboði annars hjá skólanum. Já, það er ekki hægt að segja annað en að þetta byrja með trukki hjá mér. Ég tók hérna við í sumar, góðu búi og gaman að fylgja þessu núna úr höfn. Við erum auðvitað núna í fyrsta skipti að byrja með framhaldsskólanám. Menntaskólinn á Ásbrú er orðinn að veruleika, samþykktur af menntamálayfirvöldum og byrjum með leikjafræðina, leikjagerðina. Tökum inn 45 nemendur og það hefur verið mikil ásókn í námið, hartnær 100 mann sem sótt Þannig að í dag vorum við að formlega að setja nýjan framhaldsskóla og það er auðvitað gríðarlegt fagnaðarefni og frábært fyrir mig að fá að taka þátt í því. Starfsemin hefur verið eins og ég sagði fjölbreytt. Hvað eru margir nemendur í dag og svona ef þú skautar yfir, er þetta margar greinar sem er boðið upp á hérna til náms? Já, þetta er gríðarlega fjölbreytt nám sem er hjá Keili og þróunin í háskólabrúnni hjá okkur sem er svona aðfara námið inn í háskóla. Hún hefur verið þannig að það eru fleiri að sækjast í fjarnámið en okkur er samt að takast að manna staðnámið líka. Þannig að við verðum þar svona á pari við það sem við vorum í fyrra, sem var metár. Þannig að við gerum ráð fyrir að vera 140 manns í því námi. Í öllum öðrum deildum erum við annarkvort á pari við það sem var í gangi í fyrra eða er fjölgun. Og það er virkilega gaman að sjá til að mynda fótaaðgerðafræðina sem er mjög sérhæft heilbrigðisnám. Við séum með fullan hóp þar, 10 nemendur að byrja og svona heilt yfir þá held ég að við getum verið mjög bjartsýn fyrir haustið. Þannig að þetta hefur haft gríðarlega áhrif svona á samfélagið á Suðurnesjum sem að geta boðið hérna upp á í rauninni fjölbreyttara nám heldur en var áður og myndirðu segja það að þetta svona sé góð sprauta inn í samfélagið og atvinnulífið á Suðurnesjum að hafa þennan aðgang hérna á þessum skóla? Já, ég held að það sé tvímælalaust málið. Við sjáum það að Keilir hefur verið duglegur að vinna með atvinnulífinu. Við sjáum það líka eins og til að mynda með menntaskólabrautina að við erum þarna að horfa á viðbót við nám á Suðurnesjum. Við erum ekki að róa á sömu mið og aðrir og það er svona mín hugsjón hérna hjá Keili að við sem að stöndum að menntamálum hér á svæðinu séum ekki í samkeppni, heldur í samstarfi og Keilir á að koma sterkur inn þar. Ég sé líka sóknarfæri í því að Keilir verði meiri svona partur af samfélaginu hérna á Ásbrú sem ég held að sé eitthvað sem við þurfum að huga að sem stærsti vinnustæðurinn. Þannig að það eru mörg sóknarfæri en það þarf að vinna það vel og betra að vera raunhæfur í væntingum. Við sjáum líka hér að þessi nemenda strúktúr eða þessi breytileiki sem við sjáum í nemendum, hann hefur verið að breytast frá ári til árs í Keili. Áður vorum við yfirleitt með svona eldri nemendur sem voru að sækja sér háskólabrúarnám og svo framvegis. En nú erum við komið með menntaskólann, þannig að við erum nú með nemendur frá 16 ára og upp úr. Þannig að það er mikil dýnamík hérna innan hús og það er gaman að taka þátt í því.